Jæja, þetta eru glærur frá ráðstefnunni okkar Rætur sem var í fyrra, 2022 og ég ætla að fara aðeins yfir þessar glærur af því þær eru fratfæði eða fiat food, eins og kallast. Hvernig, já, svona fratfæði, glýfosfat í mat og það verður svona, svolítið útgangspunkturinn, þetta er bara disclaimer. Sko, ég var nú svolítið hissa því ég sá þessa grein í Morgunblaðinu. Bændur sem láta sérblanda kjarnfóður til að forðast glýfosfatmengun. Ég hafði alls ekki gert mig grein fyrir því að það væri raunveruleg glýfosfatmengun í dýrafóðri fyrir kýr á Íslandi. Og þetta bara sýndi mér það og þessir bændur völdu og það eru nokkur mismunandi fóðurblöndu fyrirtæki sem auglýsa sig sem GMO free. Þannig að bara vonandi sem flesti bændur að nýta sér það, en það því miður hitt líka í boði og við vitum ekki hvað er hvað og auðvitað ekkert svona í lífrænu mjólkurvörunum sem hægt að kaupa. Já, ég var búin að tala þetta áður, ég fekk mikið náttúruuppeldi, ólst upp í Kjósinni. Ég hafði bara alltaf óbúslega mikið áhuga á náttúrunni, náttúrulækningum og fór að læra náttúrulækningar og stofnaði heilsumeistarskólann sem ég rak í 12 ár með öðru góðu fólki og svo Arómaskólann árið 2023. Ég elska yrkja jörðina og rækta mjög mikið af grænmeti í samstarfi við dætur mínar. Ég hef unnið með Young Living getum sagt svona með fókus og þessi lært að vinna þannig að það svona sé skynsamlegt í svona 10 ár, 10-15 ár, þar á undan var ég bara að nota vörurnar og deila þeim með öðrum og bara óvart kannski fekk smá commission fyrir það. Það er sem sagt hægt að vinna með Young Living alveg og skapa sér sínu eigin tekjur með því að hjálpa öðru fólki sem er alltaf forgangsmálið. Ég elska heita og köld veður, það er líka svona uppáhald hjá mér og mikil ástríða að vinna eða styrkja heilsuna með heitum og köldum veðum. Sko, það er gott að bara hugleiða hvernig kemur heilsuleysi og hversu dýrmæt heilsan er og að það er mjög mikið þessi lífstíl sem við lifum, alls konar auka og aðskotaefni sem eru því miður að koma inn í fæðun okkar, í neysluvörurnar sem við erum með sem trufla heilsun okkar. En já, hvað er fratfæði eða fiat food? Ég ætla að reyna að útskýra þetta. Skoðum fyrst þessa mynd. Kannski get ég reynt að taka mig frá eða minnka myndina mér. Já. Sko, þetta eru svona 2 þríhyrningar, þessi stóri græni, við viljum hafa hann, við viljum vera á efri röndinu á þessum stóra græna. Þannig að vinstra horninu efst er lífræn fæða, í vinstra horninu neðst er þá ekki góð matur sem eykur líkurnar á því við förum meira inn í rauða þríhyrningin. Hægra megin erum við með efst á toppnum fæðu sem er án aukaefna, næringarrík og góð fæða og neðst til hægri erum við með toxin í matnum, mikið af aðskotaefnum og því niður sem við förum því meiri aðskotaefni, meira af slæmum óæskilegum mat og meira króníska sjúkdóma. Þetta helst alveg nákvæmlega í hendur. Hrein fæða án aukaefna þýðir betri heilsa, betri tíðni líkamanns, lífsorkan er betri. Okay. Það sem hefur gerst á síðustum 25 árum er að þetta bil frá góðri heilsu að mjög slæmri heilsu er orðið svo stutt af því það er orðið svo mikið af alls konar dóti og drasli sem slæðist inn í lífstílinn okkar í gegnum allt mögulegt sem veldur svo aftur alls konar krónískum sjúkdómum í meltingaveginum,
verkjum í stoðkerfinu, í taugakerfinu, í hormónakerfinu, í húðinni, hjarta- og æðakerfinu, öndunarveginum og svo framvegis. Það sko von maður spyrja sig og hvernig það hægt, eitur í matnum okkar. Og það erfitt að trúa þessu eða svona, ok, það er að telja manni trúum þetta sé allt í lagi, þetta sé ekki mikið, en það mikið þegar maður alltaf að borða það. Og borðar það mörgum sinnum á dag, daglega. Flestir taka ekki eftir því að heilsan að hnigna smátt og smátt og það auðvelt að sofna á verðinum eða byrju til þetta eðlilegt að maður sé ekki með orku eða sé með alls konar kvilla. Sko, vísindin segja, stórir eiturefnaframleiðendur fundu vísindalega leiðir og eignuðu sér eiturefni með einkaleyfum til að hafa ráðandi stöðu í framleiðslu á matvælum. Það þess vegna rosalega erfitt að vita hvað rétt. Þessir stóru eiturefnaframleiðendur með vísindin sér við hlið. Þeir setja fram alls konar vísindi, sýna fram á, en þeir eru bara ekki hlutlausir. Sýna fram á að eitthvað sé í lagi, sem ekki í lagi. Þessi fyrirlestur var mjög mikið svona inspireraður af mynd. Ég fekk svona þessa svaka upplýsingar, miklar upplýsingar frá mynd sem heitir Secret Ingredients og hægt að finna hana á Rumble. Þú getur bara googlað Secret Ingredients film, full documentary. Hún fjölskyldu og hún strák, hann Stephen, 4 ára sem var greindur með átisma og fjölskyldan var öll með frekar bara leiðileg heilsuvandamál. Og taugafræðingur sagði, Stephen mun aldrei tala, hann mun ekki tala, hann mun ekki hafa góðan félagsþroska, hann hafði mikinn félagskvíða, hann mun ekki geta að lifa sjálfstæðu lífi eða eignast fjölskyldu. Foreldrar kynntust þegar þau voru bæði að þjálfa þríþraut og voru bæði með rosalega, kröftugt fólk og duglegt, en bæði voru orðin heilsulaus. Konan var komin í hjólastól, faðirinn með góðkynja æxli í öðru brjóstinu og fjölskyldan var með einkenni yfir 20 krónískra sjúkdóma. Vinir fjölskyldunar á sama báti. Þetta bara þannig að það eru margir að glíma við alls konar heilsuvandamál og fólk gerir sér ekki grein fyrir hvað þetta Mörg börn og foreldrar með krónísk vandamál. Annars sonur Katrín fékk jarðhnetuofnæmi. Af hverju erum við ekki tilbúin og hún hugsaði með sér, þegar maður með barn sem hefur ofnæmi þá tekur maður út þennan mat og það eins hjá mér á mínu heimili, engar hnetur. En af hverju vill maður þá ekki kannski taka bara út þennan skaðlega mat líka? Þannig að Kathleen eyddi 1700 klukkustundum í að læra næringu og meltingakerfið. Einhverfa sonarins var dýrmætur kennari og svo hún ákvað það að taka allt GMO, allan erfðabreyttan mat út úr lífi fjölskyldunar. Þau fóru öll á lífrænt fæði. Þarna sjáu þeir þessa einföldu lausn. Það bara lífrænt fæði, þá vistar þá ekki GMO. Það ekki erfðabreytta og með þessu erfðabreytta fylgir þessu toxísku efni. Og árangur Stefáns á hreinu fæði eftir margar ára þerapíu sem skilaði engum árangri í talþjálfun, en með breyttu mataræði breyttist allt og þerapían skilaði árangri og var að lokum ónauðsynleg. Þannig að þerapíu sem skilaði litlum árangri áður, allt í einu skilaði miklum árangri og hann þurfti ekki lengur að fá talþerapíu, hann lærði að tala, hitt var bara röskun á taugakerfinu. Þannig að mikilvægast atriði, segir hún, að fjarlægja allan erfðabreyttan mat, allan fæðu með erfðabreyttum mat. Af því að það alls ekki í lagi. GMO erfðabreyting erfðaefni fæðutegundar og eða þvingun og erfðaefni og samrunavæðra tegundir, það GMO. Róttækasta breytingin í matvælaframleiðslu ever, hún ónáttúruleg og einn stærsta heilsuáskorun áhætta í nútímafæði.
segir Jeffrey Smith, höfundur myndarinnar og sem gerði Secret Ingredients. Ýmsar rannsóknir og afleiðingu GMO sýna meiri toxin, meiri ofnæmisvakar, óeðlileg meltingarstarfsemi og margt fleira. Hérna eru margar greinar sem vitnað í. Algengustu tegundirnar sem leynast í mörgum matvælum. Það er úr soja, allt sem er soja, korn, sem sagt maísvörur, og þá frúktósi, alls konar sykur sem er unnin úr maís, sykur, alfa, cotton seed oil, það er bara olíur, canola olíur, zucchini, squash og papaya. Þetta er allt algengar fæðutegundir í Bandaríkjunum. Sko, Dr. Perro segir fjarlægðu GMO og skordýraeitur og árangurinn lætur ekki á sig standa, og þetta þýðir bara lífrænt fæði. Það losnar við skordýraeitur og losnar við GMO. Það minnkar ADHD, það minnkar autisma, það minnkar kvíða og þunglyndi og sjálfsofnæmi, getur bara snúið því við. Ok, hvað er Roundup sem er sett á þessar erfðabreyttu fæðutegundir? Það er upprunalega hreinsið vökvi fyrir vélar. Hreinsaði vel málma og steinefni innan úr rörum. Rörin eru skínandi fín þegar búið að renna Roundup í gegnum rörin. Ok, þegar efnið fór út í jörðina, út í náttúruna, þá eyddi það öllum gróðri út í náttúrunni. Og einkaleyfi fékkst á Roundup sem illgresiseyði. Það eyðir sem sagt öllum gróðri. Kalla á breytingar á plöntunum. Það var þess vegna að breyta plöntunum svo það þyldu þennan þetta þennan illgresiseyði. Það var byrjað á maís og soja, erfðaefni var breytt til að þola Roundup eitrið. Og úr maís kemur mikið af sykur og sætuefnum sem er í öllum mögulegu drykkjum, matvörum. Þannig að það er nánast ómögulegt að losna við þetta nema sleppið að borða þennan mat. Bara keksi, morgunkorni, öllu, sælgæti. Glyphosat er aðalefnið í Roundup. Glyphosate. Sko, já, það var upphaflega málhreinsir og seinna kom í ljós að það virkaði líka sem antibiotik og örverueyðir. GMO gerir plöntur Roundup hæfar, þannig að breyta þeim, að erfðabreyta þeim, gerir þær hæfar til að þola Roundup. Og 80% af erfðabreyttum vörum eru erfðabreyttar til að þola Roundup. Roundup ready, þetta þýðir bara að þessar vörur eru líka með glyphosatmengun. Ísland er að hreina landið, getur verið að íslenska vörur innihaldi leifar glyphosati, íslenska mjólkurvörur, íslenskt nautakjöt. Hvað með fiskeldi? GMO fóður er ekki leyft í sauðfjárrækt á Íslandi. Ég fékk staðfesting á því eftir mig bréf til heilbrigðisráðuneytisins að glyphosat er leyft á Íslandi. Líka í matvælarækt, líka í kartöflurækt og kornrækt á Íslandi. Notað á kartöflugarðana áður en að kartöflurnar teknar upp og líka í kornrækt áður en að kornið er skorið, nema lífrænt auðvitað. Þetta er Roundup eða glyphosat aukningin í tonnum, sjáðu, frá árinu 1994 til 2014. Þetta er semst bara 20 ár. Og vaxið frá undir 100.000 upp í næstu því 900.000 tonn. Gríðarleg aukning, samhliða því eru aukning á sjúkdómum og fæðutegundir sem eru með hátt hlutfall glyphosat, já haldið ykkur til miður. Appelsínusafi, heilhveitipasta, matarolíur. Mjög hágildi eru Original Cereos, Honey Nut Cereos, Crackers, ykkur þetta er enda bara 24, ok. Ritz kökur og Oreo, þeir hefur mjög hátt hlutfall af glýfosfati. Þú ert að borða glýfosfat í þessum matartegundum. Það hefur fundist í
percentage of samples, það 90% af öllum pítsum eru með glyphosate, hveiti 88%, keks 84%, pasta, ótsett, sjá þetta er yfir 70, 60, 70% af öllum matvörum sem eru linsur, kjúklingabönamjöl. Ok, og pasta, alls konar pasta, General Mills, Kellogg's, já, Signature Selected Thin Spaghetti. Já, þessast glyfosfat finnst og það er líka talið tengt krabbamein, hefur verið tengt við krabbamein. Ok, frúktósi, gos, tómatsós og sojaprótein, jurtaolíu, nautakjöt, ef það er GMO, ræktun, ef kýrnar fá GMO, fóður, prótein, bætt kjöt, maís, prótein, það er stundum bætt próteini til dæmis í hamborgara sem eru seldir svona í lausu, maís, 90% af öllu haframjöli er GMO, cornflakes, Cheerios, Honey Nut, Ritz, Oreo. Ok, þetta er ekkert skemmtilegu listi. Hættan við glýfosfat er það eyðir steinefnum og snefilefnum úr líkamanum. Til dæmis mangan og járni getur valdið sýkingum og margs konar taugasjúkdómum og öðrum veikindum. Manstu, það hreinsa mjög vel rörin. Og Stefán strákurinn litli var greindur með steinefnaskort. Glýfosfat getur líka valdið alvarlegri röskun í meltingarvegi, laskar ónæmiskerfið, veldur bólgum, manstu það var líka notað eins og antibiotik, þannig að þess rústar þarmaflórunni þinni. Þess vegna kannski halda allir að þeir séu með glútenóþol en eru kannski bara með ónýta þarmaflóru eftir að borða glýfosfatmengaðan mat. Vangeta til að hreins út og detoxa getur leitt til sjúkdóma af því þetta truflar detoxunarferli líkamans. Stór aukning á þessum sjúkdómum ADHD, autisma, astma, ofnæmi og svo framvegis. Glýfosfat finnst í þvagi 80% fólks í Bandaríkjunum. 80%, bara langstærstu hluti þjóðarinnar eru með glýfosfat í þvaginu. Þetta er alvarlegur vandi, börn og fullorðnir þjást, margs konar röskun. Glýsín er lífsnauðsynleg amínósýra fyrir vinnslu á glútaþæjón og glútaþæjón er efni sem líkaminn býr til og er andóksunarefni. Glýfosfat líkist glæsín próteininu og þau geymir líkaminn glýfosfat fyrir misskilning og þetta verður uppsöfnun á toxínum. Og getur þetta verið að það minnki andóksun í líkamanum. Minna glæsín, minna glútaþæjón. Þetta er bara eitthvað, þetta eru tilgáttur að þetta sé ótrúlega mikið að trufla efnaskiptin í líkamanum, detox í líkamanum. Og já, þá má líka minnast á hveiti. Hveiti agrarspray með rándöfréttur í uppskeru. Já, þetta er einmitt búin að minnast á. Öll börnin sem Kathleen og hún sjálf umbyltu heilsu sinni til betra lífs með lífrænu mataræði án erfðra breytta fæðu. Og það er sögur í myndinni af fjölmörgum fleirum með alvarleg heilsuvandamál. Ég bara mæli með að hlusta á og þessa mynd, Secret Ingredients. Svo manst eftir Ethan, við vorum að tala um hann áðan. Hann heitir þetta Stefán. Þetta er hann Ethan. Hann hafði enga talgetu. Mikill bati á fyrstu mánuðinum og hreinu fæði. Einkenni autisma snarminnkuðu, hann var fljótt meðalnemandi. Stóra spurningi sem faðir Ethan spyr sig, af hverju eru eiturefnaframleiðendur með puttana í matvælaframleiðslu? Góð spurning. Þetta er nefnilega eitthvað svona ýmislegt bogið í þessi hvernig þetta er. Ég fer kannski bara að láta þetta gott heita, en það lætur ekki á sig standa batinn ef maður skiptir gír. Henda Oreo-kökunum, baka sjálfur smákökur úr lífrænum hráefni í stað Cheerios cornflakes.
nota lífræn morgunkorn, lífræn hafragrautur og chia-grautur með fræjum, einkorn granóla ef við fáum það nú aftur, í staðinn fyrir GMO appelsínusafa má taka lífrænar appelsínur sem eru árstíðabundnar til dæmis hjá Finca Fresh og Austurlands Food Co-op og drekka Ningxia Red sem maður getur fengið allan ársins í áskrift hjá Young Living. Sko, í gamla daga drakk maður stundum Nesquik og þetta er svona einhverju sérstök tilefni. Snæfríður hefur búið til miklu betra en Nesquik. Það er bara 1 bolli hrásykur, 1,5 bolli lífrænt kakó, hálfur bolli vatn, smá lífræn vanilupesto eða vaniluduft. Þetta er bara hita í potti og blanda saman, setja í flösku inn í ísskáp, alltaf tilbúið súkkulaðisíróp, bara sem dæmi. Borða hreinan hreinan mat. Ég ætla bara að láta þetta gott heita stop share og stop recording. Bara mæli með myndinni. Takk fyrir að hlusta.